Sandra, komandi leikir framöndan á móti Frakklandi. Hvernig ef við byrjum á leiknum gegn Noregi í seinasta leik, hversu svekkjandi var að missa þetta niður í jafntefli? Eins og búið að segja, fyrirfram hefði maður kannski alveg sætt sig við jafntefli útivelli móti Noregi en eftir að hvernig fyrri hálfleikurinn spilaðist og bara þegar við sýndum á sönnuðum fyrir okkur sjálfum hvað við vorum með góða yfirhönd á þessi fyrri hálfleik þá maður svolítið svekktur eftir leik og veit náttúrulega bara að þetta hefði getað verið mikilvæg stig sem hefði getað tekið með okkur en það er bara eitthvað sem við tökum með okkur í seinni leikin í þessu verkefni og hjálpum að mótivera okkur til þess að vinna þann leik. Hvernig leggst það í þig að spila seinasta heimaleikin fyrir EM á þessu nýja hybrid-grassi? Það er bara frábært, rosalega gaman að fá síðasta leikinn þar á heimavelli, nýjum heimavelli eða nýju grassi og bara fyrir framann okkar fólk og bara í góða íslenska veðrinu, það er eitthvað sem vinnur alltaf með okkur þannig að þetta er bara rosalega skemmtilegt og spennandi. Eins og ég sagði, kom inn á áðan, þá er leikur móti Frökkum. Mjög sterkt lið, eigum við möguleika? Algjörlega, við erum alltaf möguleika. Við erum með það mikið gæði í hópnum og við erum það sterka liðsheild að við getum gefið hvaða landi sem alvöru leik og við munum gera það á þriðjudaginn og það er klárlega markmiðið okkar að fara leik til þess að ná í 3 stig og bara vera að bíða og sjá hversu vel það gengur en sjálfsögðu förum við í leikinn til þess að vinna. Að þínum persónulegum málum, þú byrjaðir mótið kannski frekar rólega miðað við en ert núna búinn að skora 6 mörk í 3 leikjum. Af hverju heldur þú að hafa farið kannski aðeins hægar af stað inn í mótið? Erfitt að svara því. Auðvitað femmar í alla leiki til þess að reyna að skora og hjálpa liðinu sem vinna leiki en stundum bara gengur það ekki og kannski liðið fann að loka aðeins meira á mína styrkleika sem opnar fyrir öðrum og ég meina við vorum að ná í ágætis úrslit í þessum leikjum þrátt fyrir að ég hafi kannski ekki verið að skora en svo lengi sem liðið að vinna og þá var maður bara ánægður. Þú varst í byrjunarliðinu í síðasta leik gegn Noregi, kom það eitthvað sérstaklega óvart eða? Já og nei, maður er bara alltaf tilbúinn þegar kallið kemur og maður hefur fengið hlutverk í mörgum leikjum hingað til hjá Steina og maður veit að hann treystir manni þannig að maður bara er á tánum og klár þegar kallið kemur og reyna að nýta það eins vel og maður getur. Takk fyrir.